Elvar, þá var það seinni leikurinn á móti Hollandi. Síðasti leikurinn í þessum Kammarkarölda. Fyrri riðill undankeppni HM 2023. Á föstudaginn á móti Hollandi. Hvernig er stemmingin í hópnum? Bara góð. Fengið 10-11 daga í undirbúning og fyllt að komast aðeins aftur upp og niður. Náttúrulega mislangt sér að menn hafa spilað leik. Smá svona skrítin tímasetning á glugga. En bara eins og alltaf fyrir landsleik á bara mikið tilhlökkun og sérstaklega hvernig stemmingi var síðast í Ólafsvík þá búist þú bara við sömu stemmingu og gleði. Ykkur hefur gengið vel í þessum riðil. Þeir vinna Ítalíu heima, vinna Holland. Rússaleikurinn náttúrulega strókaður út, þannig að hann gildir ekki. En þeir eru að taka alveg greinileg skref fram á þessum lið. Já, klárlega og maður finnur að bara hlutin hafa verið svolítið að smella fyrir okkur. Bæði í sóknar og varnarlega, náttúrulega svolítið öðruvísi enn flest lið. Spilum náttúrulega svolítið villt og frjálst og það hendur okkur vel og öðrum liðum illa. Svolítið svona ófyrirsjáanlegur bolti sem við spilum og ég held að við verðum að gera það þegar við stundum byrjum með 4 pointgarda inn á. Það verður bara að finna leiðir til að spila öðruvís og bara gera alls konar hluti til þess að reyna að vinna. Það er ekki alltaf þessi hefðbundna leið sem við getum farið. Við erum náttúrulega ekki úr endalaust að velja. Þannig að þetta virðist að vera að smella fyrir okkur. Vonandi gera það bara áfram fyrir okkur. Talaði að Íslands í sögulegu færi á að komast á lokamót HM sem náttúrulega hinga til fyrir þá sem hafa fyllt liðinu. Náttúrulega bara fjarstæður veruleiki í raun og verunni. Er ekkert erfitt að taka eitt leik í einu þegar þetta er svona einhvern veginn aftastanda? Í rauninni ekki, því þetta er búið að vera svo mikið af undanriðlum og undanriðlum að maður veit aldrei í hverju maður er að spila. Ég verður hinskilega vissi ekki eins og þetta væri fyrir að við værum með möguleika að komast á HM þannig að ef við vinnum Hollandsleikin og komumst í næsta rið þá kannski fyrir þetta að vera svona aðeins meiri draumur og við erum alveg raunhæft þannig lagað. Við þurfum ekki að vinna alltaf marga leiki til þess að komast á HM, þannig að ég vil ekki segja það, við bara látum okkur dreyma og höldum áfram. Aðeins Martin, hann meiðist með félagsliði núna í vor, bara í síðustu leikunum. Þú verður ekki með í næstu gluggum. Hvernig mun liðið eiga við það? Það er mikið blóðtaka fyrir okkur, en það er sem betur fyrir við mjög mikið af bakvörðum og kannski svona auðveldur að fylla bakvarðarrólir bara með leikunum heldur en til dæmis stóru leikunum. Þannig að ég trúi að bara aðrir stígu upp en auðvitað ömurlegt að missa Martin út úr þessu því eins og allir vita var hann bara frábær leikmaður og gerir liðið bara mun betra en við erum án hans. Alveg að lokum, nú erum við í þessum sal í Ólafsvík. Einhverju hafa kallað þetta nýtt heimili körfubolta á Íslandi. Ykkur líður vel hér, eða ekki? Jú, þetta er mjög gott að spila en svona tiltölulega lítið. Ég væri til að sjá svona kannski aðeins stærri sal til að koma fleiri áhorfendur inn en fyrst við erum með þessari stöðu sem við erum í þá maður þakklátur að fá að spila hérna. Þetta er nýr og góður salur og myndist góð stemming þannig að við erum bara ánægðir með það. Alveg að lokum, nú erum við konir á æfingu, þið voru í myndatöku og eru væntanlega að fara að spila eitthvað körfubolta eftir. Ég vil bara fá að vita, Elvar Már, hverju finnst þér skemmtilegast að vera með í liði? Skemmtilegast að vera með í liði, Ragga Nat. Aha. Já, þá fæ ég engin ólögleg skrín á mig en það vont að hlaupa ekki inn í skrín að Ragga Nat. Takk.